Það Sebastian, mjög spennandi leikur í dag. Áttirðu von á svona spennandi leik? Já, vissulega. Það ekkert mikill munur á Fylki, Aftureldingu og Selfoss og svona innbyrðis eins og úrslitin í vetur hafa sýnt og liðin sem eru rétt fyrir ofan okkur eru aðeins á undan en ekki mikið. Þannig að þetta var alltaf vita mál, þetta erfiður leikur. Þetta virkilega svona skemmtileg leikur að horfa núna og þetta eitthvað svona sjónvarpsvænt þessi leikur, Selfoss Fylkir. Já, ég meina mikið stress í báðum liðum og veist þannig séð möguleiki fyrir bæði lið til þess að vinna. Fylkir hefði vel getað klárað þennan leikinn í dag. Við náðum setja handbremsun alveg niður í smá stund og þá sprakk allt út hjá okkur fram að því voru mjög stressaðar og hræddar við að tapa, alveg svo móti Aftureldingu. Það hafi ekki hjálpað okkur að hafa verið á heimavelli að það gerist ekki. Hvernig, svona með því hvernig tímabilið er búið að vera, hefurðu fundið fyrir miklu framförum hjá til dæmis eins og Selfoss-liðinu hjá þér? Gríðarlega. Mér finnst þau markmið sem við erum búin að setja okkur inn að liðsins í sambandi við handbolta, þar segja varðandi liðsheild, varðandi samspil, hlutverkaskipti, það er allt að ganga eftir. Liðið er mjög þétt og lofar mjög góðu. En ég vil líka taka það fram að bæði Fylki og Afturelding hafa bætt sér líka. Þú ert að segja að þau hefur tekið eftir því til dæmis í síðustu leikinn gegn Afturelding og Fylki að þeir hefur líka bætt sér svakalega. Já, það er bara gott ef að liðin er í framför. Mér finnst það frábært fyrir íslenskan handbolta. Já. En hvernig er eins og tímabilið búið að vera núna, þorirðu eitthvað að spá hverjir verða Íslandsmeistari í vor? Sko, mér finnst persónulega framliðið rosalega flott. Og ég hef smá trú á þeim ef það væri ekki fyrir alltaf þennan sálræna þátt í Fram Valur. Mér finnst valslið, ég veit að þær eru frábærar og klassa fagmenn í öllu stöðum en engu að síður pínu mettar finnst mér og þær hafa verið svona að sýna aðeins meiri svona, ég ætla ekki að segja kæruleysi að þér gera það ekki, aðeins meiri afslöppun gagnvart liðunum fyrir neðan sig heldur en Fram, kannski að því að það eru búin að vera svo lengi á toppnum. En svo alltaf þegar kemur innbyrðis viðureign milli Fram og Vals þá einhvern veginn skýt ég alltaf einhvern veginn á Valslið bara út af sálræna þættinum. Þið voru fyrsta liðið það ekki til þess að vera yfir á móti Íslandsmeisturunum þarna á dögunum? Ég veit ekki það, en mér fannst bara mitt lið ná að sýna sitt besta í allan vetur. Það sýnir svona því sem að getur gerst þegar allt gengur upp. Við vorum að halda jöfnu við Valslið í 40 mínútur. Það var ekki út af því að þær væri ekki að taka á. Við náðum bara okkar langbesta í vetur. Fyrir viki held ég að við höfum öðlast bæði virðingu og athygli í Valsliðsins, þannig að ég hef svolítið miklar áhyggjur á leiknum á þriðjudaginn. Sebastian, þakka þér kærlega fyrir. Já, takk.